Góðan daginn, takk fyrir. Hákon talaði sjónarmið og við svolítið talaðum að svartsýnir sjá vandamál í öllum tækifærum en bjartsýnir sjá tækifæri í öllum vandamálum. Þannig það svona mismunandi viðhorf og oft þetta viðhorf sem við þurfum kannski að greina mun á og svona að reyna að ýta þeim svartsýnu yfir í bjartsýnahópinn. Stefán Eiríksson var einhvern tímann þegar ég birti þessa mynd og ég var að tala Sprotalandið Íslands. Stefán Eiríksson lögreglustjóri sagði þá, þegar ég sagði sjáu þið Sprotalandið, þá sagði hann fyrirgefðu Eyþór minn, eina sem ég sé nú bara hassplöntur. Og það var kannski svona munurinn nema það var einhver út í sal sem sagði ég sé nú tækifæri í því líka. Þannig að það svona, menn geta litið á þetta frá mismunandi sjónarhorni og ég held að rosalega áhugavert starf sem að GKN hefur unnið og ég var svona kannski efasemda maður þetta gæti gengið hér á Íslandi. Svona oft sagt á sögu sporðdrekann og froskinn að þegar froskurinn á að bera sporðdrekann yfir ána þá segir froskurinn við sporðdrekann ég mun ekki bera þig, þú stingur mig bara fanturðinn eða segir sporðdrekann láttu ekki svona, ég sting þig ekkert, við þurfum báðir að komast yfir ána og þeir fara og út í miðri á náttúrulega stingur sporðdrekinn froskinn og þeir náttúrulega farast báðir og nema rétt áður en hann drukknar froskurinn og spyr af hverju, þá segir sporðdrekinn þetta náttúrulega eðli mitt. Og ég ekkert á því að þessi eðli heldur oft það hugsana rammi fólk, það svo hugmyndaheimur sem við erum í, sem þarfnast oft að hrista aðeins upp í, það þarf aðeins að ýta okkur út úr því sem við höldum og höldum að sé rétt og satt og allt glæsilegt. Og það sem var svo frábært, í rauninni það sem að GKN gerði var þegar þeir fengu Michael Porter til að koma til landsins og hann kom með svona, ákveðan trúverðuleika að nú gætu við sameinast eitthvað og það væri ástæða til þess að horfa á þetta verkfæri sem var í klasa og hvernig við getum nýtt það og ég var reyndar svolítið hissa að Hákon biði mér hér í dag því að ég skrifaði einhvern tímann grein sem hét Porter er dauður og það var enda þegar hann var í heimsókn hjá Hákon þannig að ég fannst það kannski ekki líklegt að mér boðið aftur en ég kem nú kannski af hverju ég hélt því fram en það engin vafi á því að Porter mikið snillingur og leiddi þetta inn sem að nákvæmlega Hákon var að benda á það sem mismunurinn á þessu hagkerfi eða makró segi og síðan mikró og kom með þetta sem var að benda á sem meso, þetta með atvinnugreinar og demandinn, hvaða þáttaaðstæður, hvaða eftirspurnarástæður, hvernig fyrirtæki sjálft og samkeppnin og þá stóðgreinar, þessi 4 þættir vinna saman og það var nú komið einhver ný skýrsla samkeppnishæfi ferðaþjónustugreinarinnar og þar mátti sjá að það ýmislegt hægt að laga bara með því að horfa á þetta umhverfi og vinna þess betur í því og þetta náttúrulega kannski grunnurinn að þessari klasa hugmyndafræði sem að Porter leggur fram sem að gríðarlega mikilvægt hugtak. En það líka, það eru 2 aðrir skólar sem ekkert síður mikilvægari sem að tala klasaþróun. Á meðan Porter kannski að tala auðlindir og framleiðsluþætti sem grunninn að klasauppbyggingunni. Þá sænskur skóli sem talar tengslanet út frá tengingum manna á milli og hvernig við byggjum upp samfélag og tengingar á milli fyrirtækja og stofnana og svo framvegis. Það líka annar skóli sem hefur yfirleitt verið tengdur við Ítali, Malerba og fleiri sem snýst þekkingu og þekkingarsköpun. Hvernig við byggjum í rauninni búum til þekkingu inn í stofnunum og hvernig við yfirfærum þekkingu á milli stofnana og fyrirtækja og svo framvegis sem gríðarlega mikilvægt mál en það sem áhugavert við þetta að við skoðum alla þessa 3 skóla sem að tala klasa út frá ólíkum sjónarhornum, út frá ólíkum kenningum að þá eru þau öll að reyna að leiða það svolítið að því að markmiðið ætti svolítið að vera þetta að vera nýsköpun að leiða klasasamstarfið þannig að það verði til einhver nýsköpun í kringum klasana. Þetta gríðarlega mikilvægt. Nýsköpun svona orð sem enginn að tala lengur á Íslandi, búið að nefna þetta svo ofta hefur hefur ekkert virði, menn kannski finnst það bara eitthvað svona orð sem þýðir ekki neitt.
En við megum ekki gleyma því að þegar við tölum nýsköpun að gera eitthvað nýtt eða nýjan hátt, við þurfum nýjar vörur, við þurfum nýja markaði, við þurfum ný fyrirtæki. Og við nú kannski svona hjá Klakhöf við agitera mikið fyrir þessu að það þarf að hjálpa þessu að verða til, að það þarf að hjálpa nýsköpun. Og það var nú bara í sumar sem við vorum með verkefni sem hét Startup Reykjavík, þar sem við vorum í rauninni að búa til 10 fyrirtæki á 10 vikum. Og þarna voru að búa til fjárfestingarkosti sem að fjárfestar geta þá komið að og fjárfest í og tekið þessa sprota og tekið þá lengra. Þannig að það þarf aðeins að búa til þetta umhverfi og kannski ég hef stundum heyrt að það þarf engar nýsköpun í ferðaþjónustu, ég veit það ekki, við höfum náttúrulega, Grímur náttúrulega sofnaður undir erindinu hjá mér, en Grímur náttúrulega dæmi hvað að gerast í Bláa lóninu, frábært sprotafyrirtæki, við þekkjum, ég man fyrir 20 árum að þá talaði við ágætna stjórnarmann í flugleiðum og benti á að það hefði orðið ákveðin breyting á flugmarkaðinum. Og þá var ég nú ungur maður í viðskiptafræðinni, ætlaði að sigra heiminn, sem ég gerði. Nei, það var svona að vinna í. En þá var ég að tala um það að sko Southwest Airlines, Ryanair, hvað þið væri að koma með nýja nálgunin á flugmarkaðin. Og þetta var nú eitthvað sem að mönnum fannst nú, já, þetta væri nú ágætt en ólíklegt til þess að verða eitthvað stórt. Í dag verðmæti Ryanair 1000 milljarðar, það farið að nálgast vergra landframleiðslu Íslands. Það sem líka áhugavert og svona yngri fyrirtæki í ferðaþjónustu, eins og Expedia, sem þið þekki kannski öll. Þetta annað fyrirtæki sem verðmæti farið að nálgast 1000 milljarðar. Fyrirtæki sem verður í rauninni til árið 2000. Á kannski aðeins lengri aðdraganda frá 1996 verður til úr Microsoft. Þeir spinna út frá sér annað fyrirtæki sem heitir TripAdvisor. Fyrirtæki sem örugglega virði eitthvað 600 milljarða króna. Fyrirtæki sem telur yfir 100 miljón mann sem eru í þessu community. Þannig að það fullt að gerast í þessu umhverfi, það fullt af möguleikum til að skapa eitthvað nýtt. Og þess vegna mikilvægt að horfa á það og horfa á þessu tækifæri. Og eitt af þessu sem við höfum lært svona af nýsköpun núna í seinni tíð líka það að við erum að hætta að horfa á nýsköpun út frá einhverjum einum aðila, einu fyrirtæki. Við þurfum að horfa á nýsköpun út frá stærra samhengi. Við þurfum að horfa út frá því að sko oft það þannig að nýsköpun sem kemur frá einu fyrirtækinu á ekki möguleika á markað vegna þess að aðrir eru ekki að styðja þá nýsköpun. Og það þarf fleiri aðila sem eru í rauninni að styðja þessa nýsköpun. Þannig að menn hafa verið að horfa á sko nýsköpun í stærra samhengi þar sem fleiri aðila þar til þess að nýsköpun eigi möguleika á brautargengi. Og það sem mikilvægt í þessari hugmyndafræði, þetta tiltölulega ný hugmyndafræði, menn eru farnir að átta sig á þessu, að þá þurfum við að skoða þetta í stærra samhengi, að það þarf linsan að vera stærri eins og menn eru að tala um, að þá þarf kannski að vera nýsköpun í öðrum fyrirtækjum og það þarf önnur fyrirtæki að aðlaga sig að þessari nýsköpun. Og það sem meira menn hafa verið að átta sig á því að auðvitað getum við dreift ágóðanum, jafnvel þó að þessu aðilar sem eru kannski ekki beint að selja í þessu, en þeir eru lykilaðilar til þess að nýsköpun geti átt brautargengi. Þannig að þannig eru menn farin að horfa á svona vinn-vinn og vinna saman með nýsköpun. Þannig að þessi gríðarlega mikilvægt. Það sem líka og það sem kemur að Porter og við höfum séð ákveðna breytingu verða varðandi svona hvernig við hugsum viðskiptafræði yfir höfuð og ég nú búinn að kenna viðskiptafræði í 10 ár og stefnumótun og víðar, nýsköpun og stjórnarhætti og það sem við höfum bara lært núna á síðustu 10 árum að fyrirtæki í auknum mæli að átta sig á því að hlutverk þeirra að skapa verðmæti fyrir viðskiptavin. Og það sem kannski næsta skref í þessu samhengi þegar við erum að tala samstarf fyrirtækja og stofnana og svo framvegis að fyrirtækja verða þá líka að fara að skapa verðmæti fyrir samstarfsaðila sem svolítið ný hugsun. Ef við ætlum að búa til eitthvað samstarf þá verður að vera eitthvað vinn-vinn og þá verðum við í rauninni að tryggja það að séu allir að fá einhvern ávinning af þessu sem við erum að gera. Nýlega hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á nýsköpun í ferðaþjónustu með svona klasasamstarfi, bæði í Skotlandi og Slóveníu, þar sem við höfum verið að sjá árangur af svona samstarfi, þar sem fyrirtæki og stofnanir hafa verið að koma saman og rauninni með það að leiðarljósi að búa til eitthvað nýtt. Og það bara sýnt sig út frá þessum rannsóknum að það hefur skilað árangri, þannig að við eigum dæmin.
Og það í rauninni það sem ég vill og minn draumur að þessi klasi og þetta klasasamstarf leiði til þess að við smám saman förum að vinna meira saman að því að skapa meiri verðmæti og nýsköpun og við höfum gert, það hafa verið tiltölulega nýlega rannsóknir, svona 20 ára þróun, Stephen Kepler og fleiri sem hafa verið að reyna að átta sig á hvernig svona klasar myndast og í rauninni aðferðafræði sem gengur út á það að spinna ofan að klasunum til þess að finna rótina. Og það sem í rauninni það hafa menn uppgötvað að við fyrsta stigi það náttúrulega einhverjir frumkvöðlar sem að starta einhverju svona fyrirtæki, gera eitthvað merkilegt. Í öðru skrefi það svona aðrir sem fylgja í kjölfarir, svona með eftirlíkingar og einhverja nýjungar og tilverða þá fleiri fyrirtæki kringum það. Í þriðja skrefi, og það kannski skrefi sem við erum hér, að það sem að auki tengslanett og samstarf fer að eigast í stað. Í fjórða skrefi, þá verður til aukið samstarf og verður til ákveðin menning og þá rauninni menning sem mikilvæg þar sem við horfum á frumkvæði og rauninni klöppum upp frumkvæði þar sem að við svona skiljum nýsköpun og reynum að átta okkur af hverju við erum í nýsköpun og þar sem við skiljum áhættu og líka mistök að það verður að gera mistök til þess að skapa eitthvað þegar menn bú ekki bara, það verður ekki eitthvað til á einum degi því menn eru svo klárið, þannig gerast ekki hlutirnir. Þannig og í 5. skrefi sem þetta skref þegar í rauninni klasin og þetta samstarf eiginlega orðið brand. Brand þá inn á við, brand út á við og brand sem hefur vision og framtíðarsýn og auðvitað það í rauninni svona fullmótaður klasi vantarlega. Og það það sem að ég vil sjá eftir 5 til 10 ár þegar menn horfa tilbaka, að menn horfi á svo mynd og segja ekki þarna nú hasplanta, heldur að menn horfi á þetta og segja já þetta mikilvægt vegna þess að þetta snýst frumkvæði, þetta snýst samstarf, þetta snýst nýsköpun og þetta snýst virðisköpun. Takk fyrir.